Þá ætlum við að halda áfram hérna í föstudagsþættinum sem við tökum upp að þessu sinni hérna í Örkjarnes Nóa í innbænum á Akureyri, þessum fína veitingastað. Við ætlum að tala aðeins ferðaþjónustuna. Það náttúrulega vor, þá sér maður augljóslega hvernig vetrarferðaþjónustan að mæta sumrinu. Og kannski bara byrjum á þér, Guðmundur, hvernig þetta tímabil búið að vera í Hlíðarfjalli? Það búið að vera gott. Við byrjum mánaðamótin nóvember, desember, 22. nóvember og búið að vera góður vetur, mikill snjór, fáir sóladagar en betra skíðafæri fyrir vikið og lokuðum núna 27. apríl en ætlum núna að vera með 36 tíma opnun fyrsta skipti, þannig að setja svona punktinn yfir yfir. Nákvæmlega, en það virkar allavega eins og þetta sé búið að vera sérstaklega góður vetur. Ég var nú ekki betur en það þurfti að flytja snjó úr fjallinu hérna á tímabili. Já, það er búið að snjóa, það snjóaði bara nánast stanslaust frá 20. desember til 20. febrúar. Það snjóaði bara næstu daglega, þannig að það hefur ekki vantað snjóinn. Nei, nákvæmlega. Hvernig upplifir þú að vetrarferðaþjónustan hafi verið hérna á Norðurlandi? Hún hefur verið svakalega góð, bara blómstrandi, ef maður má segja það veturinn. Menn hafi verið að fá lengra tímabil heldur en áður og miklu meiri traffík. Það er svona oft sem að menn að tala 15–20% aukningu í vetur, sem er svolítið tilfinningin, sem er svona víðast hvar svæðið. Alltaf langmest kannski á svona stærstu stöðunum eins og Akureyri og Mývatnssveit, en sem betur fer þá erum við að sjá aukningu í vetur allt Norðurland. Þetta er náttúrulega búið að vera áherslan hjá ykkur núna að sumarið er eiginlega búið að vera svolítið stappað á þessum stöðum að lengja tímabil og búa til einhvers konar vetrarferðaþjónustu. Þannig að það er að skila sér. Það er að skila sér og ferðaþjónustu aðilar eru ótrúlega duglegir við að búa til alls konar pakka og þjónustu, nýja þjónustu af vetri sem er bara að virka ótrúlega vel og opnunar tíma lengjast. Menn er að gera eins og við vetur að hafa náttúrulega norðurljósaferðirnar verið mjög stórar. Game of Thrones ferðir hafa verið alveg gríðarlega stórar. Skíðasvæðin hafa verið að vinna mjög mikið saman og það hefur skilað bæði mikill athygli og náttúrulega aukningu á trafík á svæðinu og svo er bara maturinn að koma sterkur inn líka. Og Söfn eru farin að bæta opnunum hjá sér. Áskaffi til dæmis í Glaumbæ er búið að vera með opið á sunnudögum í vetur. Gengi svakalega vel hjá þeim. En er þetta ekki að skila þegar aðilar vinna saman eins og skíðasvæðin sem að maður sér núna að þegar þú kaupir, er það ekki kort í Hlíðarfjalli þá færðu líka, hvernig er þetta? Já, öll skíðasvæðin á Norðurlandi frá Sauðárkrók, Siglufirði, Dalvík, Ólafsfirði og Akureyri. Þá fékkstu 2 viðbótar daga á hverju svæði sem að bara lagðist mjög vel í fólk og nýtti sér að talsvert og náttúrulega bara eftir að þróast og aukast í framtíðinu. En svona samstarf til að mynda þessu, er þetta ekki í staðinn fyrir að maður upplifði það fyrir sérstaklega svona áratugi síðan að þá væru aðilar svolítið mikið að keppa, ekkert endilega í skíðaþjónustunni, heldur bara í öllu, en að þetta samstarf sé að skila miklu? Já, við náttúrulega ef við vinnum saman þá náum við til stærri hóps og fáum fólki inn á svæðið og fólk er að fara á milli og skíðasvæðin er náttúrulega hvert með sína áherslu og sérstöðu, þannig að við bara eftir að sjá þessa samvinnu bara aukast í framtíðin og sérstaklega með erlenda ferðamenn í huga að búa til góða og sterka vöru fyrir þá. Og þar erum við að sjá líka eins og í vetur ýmislegt nýtt að gerast líka í þessari þyrluskíðun og utan svæða. Er það að styrkja eða veikja eða? Það er bara að styrkja. Þannig skíða fólk að koma og renna sér þótt að sé ekki að renna sér í liftunum og þá er það á svæðinu og sumir fara einnig á skíði líka á skíðasvæðin, svona kannski halvan dag eitthvað þess aftar. Og töluvert markaðsefni líka í kringum þann sem hlýtur að benda á að hér sé hægt að fara á skíði. Já, nákvæmlega. Sem að kannski eða hefur opinbera kannski erfiðar að eiga þannig fjármagn í markaðssetningu. Ég sá líka skemmtilega fréttvarðandi Húsavík að þar hefur náttúrulega verið gríðarlega hörð samkeppni milli 3 hvalaskoðunarfyrirtækja og þetta var svo skemmtilegt að sjá að allt í einu ætla þau að fara að vinna saman. Er þetta táknrænt almennt í ferðaþjónustunni á Norðurlandi? Ég held að þetta sé bara ótrúlega gott dæmi hjá hvað menn sem að við hefum ekki séð fyrir nokkrum árum síðan geta að fara að vinna sterkt saman. Húsavíkingar ætla að fara að tala Whale Capital, Húsavík sé Whale Capital og þessi 3 fyrirtæki og hvalasafni ætla að fara að keyra þetta áfram. Og þetta bara eykur svo mikið möguleika í markaðssetningu á svæðinu. Því auðvitað eru það að taka konsept sem að menn hafa talað lengi en að virkilega starfa svona saman og allir að kynna
þetta. Þau eru öll að kynna hvert annað, þannig að við erum í rauninni bara að margfalda alla markaðsvinnu sem hvert þeirra gerir. Og þetta erum við að sjá bara allt svæðið. Það alveg útrúlega hvað menn hafa tekið höndu saman sko bæði á svona milli greina og innan greina til þess að byggja upp öflugri verkefni. Við sáum líka margt þá bæði AK Extreme sem ekki í fjallinu en tengt þessari íþrótt. Þetta flotti viðburðir og síðan var Winter Games núna í fyrsta skiptið. Hvað máli skipta til dæmis svona viðburð fyrir utan þetta Andrés og Íslandsmót og allt þetta hefðbundna? Þetta náttúrulega bara styrkir stöðu bara íþróttarinn sem íþróttar og dregur fleiri að. Og umtalið, þetta eru bæði þessi AK Extreme og Iceland Winter Games, þetta eru viðburðir á alþjóðlega mælikvarða og þannig að við fáum þetta alþjóðlega umtal og fólki finnst þetta spennandi. AK Extreme til dæmis fékk verðlaun í einhverju snjóbrettablaðinu í fyrra sem var 3. merkilegasti viðburðurinn í snjóbrettabransanum 2013. Þannig að ég heyrði nú í einhverju fólki sem sagði bara það var svo magnað að sjá, þegar við vorum með beina útsendingu frá sig og fekk viðbrögðin það var svo magnað að sjá bara þessa keppni í einhverju erlendri stórborg og svo var allt í einu Akureyrarkirkja þarna. Það virkaði ekki eins og þetta væri á litlu Akureyri. Þessi viðburður líka sannfæra okkur heimamenn svolítið að svæðin okkar, til dæmis skíðasvæðin, séu bara hægt, við getum kynnið erlendis. Að það hefur svolítið verið viðhorf, það enginn að koma hingað til þess að skíða, sko. Það allir í Alpana? Já, það allir bara einhvers staðar í Austurríki og Ítalíu, sko, en það bara alls ekki þannig, sko, og allir þessi viðburðir og þessi þróun sýnir okkur það. Icelandic Winter Games komið til að vera? Já, það á að vera komið dagsetning, held ég 15. mars 2015, þannig að undirbúningur hafinn skils mér með það að þá keppendur og þess háttar. En aðeins sumarið, hvernig leggst sumarið í ykkur í ferðaþjónustunni? Menn bara búast við með sumri, við bara búast við aukningu eins og hefur verið, kannski 15% aukningu í sumar. Þannig að sumarið, það leggst bara mjög vel í okkur. Menn eru bara að græja sig núna og kannski munurinn frá fyrri árum að nú eru allir á fullu og þetta ekki eins og þetta var að menn bara lágu svona og biðu af sig veturinn og fóru svo í gírinn. Þannig að það bara alltaf fara af stað og við búist í stóru sumri bara og með fjölbreyttu úrvali fyrir ferðamenn. Þetta skila sér á jaðarsvæðin? Að því voru nú aðeins að tala það áðan að við höfum allavega, þegar ég ferðast svæðið þá heyrir maður einmitt, jú það rosalega mikið að gerast á Akureyri, Húsavík, Skagafirði en Langanes eða aðrir staðir það sé ekki jafn mikið að gerast í ferðastjónustunni þar? Það ekki jafn mikið að gerast þar en það að skila sér sko, það rauninni svona eftir því sem að fyllist meira hérna, þeim meira ferða síðan að dreifast víðar og sumartrafikkin skila sér betur á jaðarsvæði heldur vetrartrafikkin. Þannig að það jákvætt og menn vera að nýta sumartrafikkina þá til þess að byggja sér svolítið upp og ferðamennir eru svona þeim sem eru á eigin vegum að fjölga, virðist vera og þeir eru að dvelja svolítið lengur á svæðinu og það teljum við líka muni skila á jaðarsvæðin og síðan bara uppbygging sem hefur verið á jaðarsvæðin sem að togar menn inn á svæðin og þetta samstarf eins og við vorum að tala áðan. Maður getur ekki hægt að tala það. Það skiptir bara svo ótrúlega miklu máli að menn séu komnir á þessi minni svæði, séu búin að taka saman að þar sé gisting, þar sé einhver afþreying og þar séu veitingar. Og maður getur nú eiginlega bara votta það að því að ég er svo heppin að fá að ferðast svona mikið þetta svæði. Þetta alveg meiri áttar og að fara, ég meina Bakkafjörður og Þórshöfn og Raufarhöfn og Kópasker, það alveg magnað að fara á þessa staði og ýmislegt í boði og einmitt líka fyrir þá innlenda ferðamenn. En hvað gerir þú í sumar? Hvað að gerast í Hlíðarfjalli á sumrin? Við ætlum nú að eins og segja, við ætlum að hópa helgina og svo hefst frágangur og svona flýta fyrir því að snjórinn bráðni í sumar, þannig að við getum séð viðhald og endurbætur og þess háttar, en það er svo sem ekkert stórt í kortinu. En það snjórinn svolítið lengi að fara og svo náttúrulega förum við gott sumarfrí og svo náttúrulega byrjum við að undirbúa bara strax í miðjan ágúst. Þannig að þið bara slökkuð á snjóframleiðsluvélunum og kveikið á viftunum? Að reyna það. Nú er þetta snjóbræðsluvélar, sko. Fá hárblásara, snjóbræðsluvélar. En svo bara, eins og segi, í miðjan ágúst þá hef ég undirbúninga að næsta vetri og það er nú ekkert langt í að fyrir að framleiða snjó. Það er bara miðjan október, þannig að ekki segja þetta, leiðið sumrinn að koma. Næsta vetri. Já. En sem sagt, það hægt að skíða í nótt, bara... Í nótt? Í nótt? Já. Hvernig...
Já, það verður eitthvað magnað. Við náttúrulega bara kveikjum á ljósunum þegar það fer að rökkva og þetta eru svona einhverjir 3 tímar sem að ljósin loga og það er bara að gera skíða og svo bara skíða þegar sólin kemur upp í fyrramálið, svona 5-leytið. Flott að vera komin, þeir sem vilja skíða í sólaruprásinni, svona kannski svona 4:30, þá ertu búin að ná nokkrum ferðum og svo náttúrulega hægt að skíða líka á Siglufirði, þeir eru opið helgina líka og eru svo með viðbótar helgi, held ég, kringu 17. Þannig það er svolítið eftir að skíðatímilinu, þótt að sé komið í maí. Nákvæmlega. Gaman að fá ykkur og ég verð að hvetja bara alla til þess að kíkja í Hlíðarfjall eða á Siglufjörð og skíða í nótt. Ég held að það gæti verið bara alveg geggjað, en við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.